Ég komið sælir áhorfendur góðir, verið hjartalega velkomin með okkur hér á úrslitadag yngri flokka í Mosfellsbænum. Framundan er leikur ÍR og KA í fjórða karla yngri. Og ég vona að þið heyra öll sem líf mér, ekki heyri ég mér, þannig ég vona að ég sé í toppmálum. Það var verið að kynna hér inn leikmenn KA og nú er verið að kynna hér inn lið ÍR. Og það er verið að klára þetta hér, allt undir styrkri stjórn þeirra Mosfellinga hér í afturhendingu. En ef ég renni hér yfir leikmanna og hópana, þá er lið KA þannig skipað að nummer 1 er Þorsteinn Skaftason, nummer 27 er Úlfur Örn Guðbergason, nummer 4 er Eyþór Nói Tryggvason, nummer 5 er Leo Friðriksson, nummer 8 er Stefán Gretar Katrinason, nummer 10 Kristján Breki Pétursson, nummer 12 er Almar Andri Þorvaldsson, nummer 15 Aron Daði Stefánsson, nummer 16 Axel Westman, nummer 18 Þórir Hrafn Elletsson og nummer 20 er Ingólfur Árni Benditsson og Stefán Árnason þjálfar. Þá er það lið ÍR en þeir eru nummer 1 Alexander Ásgrímsson, nummer 2 Árni Gunnarsson, nummer 3 Ísar Tumi Gíslason, nummer 4 Baldur Fritz Bjarnason, nummer 7 Bermat Darló, nummer 17 er Daniel Birgisson, nummer 18 er Óðinn Bragi Sævarsson, nummer 19 er Nathaniel Ali Lim, nummer 21 er Bjartur Dalbú, nummer 25 er Jökull Blöndal, nummer 49 Adam Logi Ívarsson og 72 er Patrekur Smári Árnason. Bjarni Friðsson og Davíð Eðvalds þjálfa liðið. Nú dómararnir eru Árni Snær Magnússon og Þorvar Bjarmi Harðarsson og Ingvar Guðjónsson er í eftirliti. Við verðum hér í allan dag, þetta er fjórði karla yngri, þetta er fjórði karla eldri, þetta er fjórði kvenna sem er ekki aldurskiptur, þetta er þriðji kvenna og þriðji karla. Og við erum hér, eins og segi, bara fram á kvöld og hér verður mikið dýrðir og hér verður Íslandsmeistarar krýndir í öllum þessum flokkum. Og ég ætla að minna kannski á það líka að það er ekki þessi þriggja sókna hvíld sem er í meistaraflokki. En það er þannig í meistaraflokki að þú þarft aðhlynningun á vellinum og það er ekki refsing á andstæðinginn og þá þetta fara út af þrjá sóknir. Það er ekki þannig í þriðja og fjórða flokki. Þannig að það er öðruvísi regla, sérreglur yngri flokka. Það er sömulegis sérregla, það er bara ein framlíking, svo 25 mínútur og ef það er jafnt eftir þá framlíkingu þá er vítakastkeppni. En vonandi fáum við eitthvað svoleiðis í dag en vonandi fáum við líka bara skemmtilegan handbolta og ég segi bara góða skemmtun. Það er Ingvar Nákason sem er hér með ykkur. Þannig að þetta er farið af stað. Við teljum niður hér í klukkunni, þannig að þið bara fylgist með því. Við erum ekki að telja upp eins og vaninn er. Þannig að við teljum niður frá 25 og niður í 0 og þá er leiktíminn liðinn í fyrri hálfleik. Það er eitthvað svona blá-hvít rönd hérna á skjánum. Ég biðst afsökunar því, vonandi verður þetta lagað hér á eftir. En við erum hér í fyrstu sókn leiksins. Það eru KA-menn sem er að sækja. Og þetta er góð vörn hjá ÍR-ingum. Þetta er tvö frábær lið sem er að mætast hérna og þetta getur bara verið einn af skemmtilegri ef ekki skemmtilegasti leikur dagsins. Ekki nokkur spurning og hér eru KA-menn að reyna að brjótast í gegn. Höndin er uppi, fari í gegn snúning og þetta er fyrsta varða. Skoti hér og það er Þorsteinn Skaftason sem verða. Þannig að hann er komið eitt varið, strax komin á blað. Og hér eru ÍR-ingar í sinni fyrstu sókn. Það er hörku stemning hérna, fullt af KA-mönnum og ÍR-ingum hér í stúkunni fyrir neðan mig. Sem að þið sjáu ekki mynd, en það er hörku stemning hér. Fín vörn í KA-mönnum, spila hérna framlíkjandi vörn. Hér reynar að finna sér leið í gegn ÍR-ingarnir og komast að lokum í gegn. Þetta er glæsilega gert. Berant Darló er búinn að skora fyrsta mark leiksins. Og þetta skot er framhjá. Og þetta er glæsilega gert. ÍR-ingar komnir í 2-0 hér. Það er Patrekur sem að skoraði.
Það ég, og þá eru káringar að reyna að hrista skrekkinn úr sér. Eru 2 mörkum undir eftir 2 mínútna leik, en það er nóg eftir. Það er bara að skora fyrsta markið og þá er allt komið í toppstart og annað varið hjá Þorsteini. Já, hann er að halda hreinu hér á fyrstu mínútunum. KM með fínustu sókn en gekk ekki alveg að þessu sinni. Já, hér er boltinn bara farin í innkast. Þeir dæma þetta dómararnir og boltinn farin yfir línuna á lofti. Og hér koma KM aftur. Ná aftur færi í horninu og þeir reyna þetta skot hér. Kristján Breki nær þessu ekki í netið. Og þá geta Írningarna 3 marka forystu. Hérna sjáum við skorið loksins á töflunni. 2-0 er staðan. Og hér er vítakast, þeir byrja hrikalega vel Írningarnir. Baldur Fritz á línunni. Hann skorar! Já, Baldur Fritz er kominn í hóp með Berhamt og Patriki. Það er hér að vera að reyma, staðan er 3-0 Írningum í vil og eins og ég sagði þá þarf bara, þá þurfa KM einungis að ná inn hér marki, hrista úr sér þennan skrekk. Og hér eru komnir á stað aftur. Og brjóta sér leiðin í gegn, búið að flauta eins og múið skrefandala. Og Leo kominn í gegn hjá KM-unum, svo nánast. Aron Daði kominn inn í skittunum vinstra megin. Byrjaði hér á miðinni, Leo við hliðina á honum og Leo með neglu. Það ég, með Leo kominn á blað og KM kominn á blað og spurning hverju þetta skilar. Já, þeir ná ekki varnarfrákastunni hér og þessi bolti er yfir búið að flauta. 3-1 er staðan hér. Og Írningar koma sér aftur í gang. Þeir gefa sér góðan tíma. Þórir Hrafninn að spila fyrir utan. Á miðjunni á KM-unum, reyna að trufla sóknina, skiptir hér. Nær ekki alveg að halda í Berhamt og hann skorar aftur! Já, Berhamt kom með 2 mörk. Og hér er búið að stöðva tíman. Það er verið að moppa. Staðan er 4-1, Írningar eru að byrja leik frábæla. Þorsteinn í markinu komið 2 varin skot, Berhamt og hann komið 2 mörk, Patrikur og Baldur með 1 mark hvor, Baldur úr vítakasti. En það var Leo Friðriksson sem að skoraði mark KM-manna hér áðan. Og svo er Þorsteinn í markinu. Það er Alexander Áskrinsson sem er að sjálfsögja í markinu hjá Írningum. Það er hann sem er komið með 2 varin, 1 vari hinum megin. Búið að flauta hér og það er spjald. Já, fínasta vörn hjá Írningum, mista það svona aðeins frá sér. En er annars í góðan gír. Það kemur Aron Daði inn á miðjuna, boltinn út til hægri. KM gera þetta vel og fínt skot, óheppinn. Aron Daði með frábært skot og neglir þessum bara yfir. Og Berhamt kemur hérna í árásina með fína fintu en þeir stoppa þetta vel. Þetta var Ingólfur Árni sem að náða að stöðva. Fín varnarvinna, þarf að nota fæturnar sömuleiðis.
Passa svo að lendi ekki með hendurna bara á honum. Og þetta vel varið. KM konum við 2 vörslur. Það aðeins rólegri í húsinu akkurat núna. En almennt góð stemning hér í þessu fyrsta leik. Fín hreyfing og sendinginn á línu. Þetta fríkast. Já, það hefði vantarlega viljað fá vítakast en fríkast það. Og þeir reyna aftur. Og þetta negla! Berhard! Hann komið 3 mörk og að leiða þetta hér og staðan 5-1. Íringar að byrja þennan leik stórkostlega. Fín hreyfing hjá Leo, aðeins að skrep og að flauta. Koma KM leysa þetta inn á línu. Fín vörn hjá Íringum og þeir ná boltanum. Og þeir ætla að keyra á þetta, 4 gegn 3. Og Berhard í góðu færi. 4 mörk frá honum og 6-1 staðan og það tekið leikhlé. Þeir taka leikhlé. Staðan 6-1 og KM vilja fara aðeins yfir stöðuna. Leo með eina mark KA manna á þessum fyrstu 7 mínútum. Og Berhard með 4 hjá Íringum, Patrekur 1, Baldur 1, Alexander með 2 varin í markinu. Þetta verður hörkuleikur. KM þurfa bara að koma sér inn í leikinn og já, það ennþá smá skrekkur í þeim en þeir þurfa að losna við hann. Og það verður að fara að stað aftur hjá okkur. Leiklið klárað hjá KM-unum. Stefán búinn að fara yfir málið með sínu liði aðeins að ná áttum. Þeir eru að gera þetta vel, bara óheppnir og hér fá þeir fríkast og Brottvísun. Það held ég. Jökull Blöndal fer í Brottvísun. Og þetta glæsilega að spila, KM að skora sitt annað mark. Og þetta var Kristján Breki sem að gera það. Það held ég, Kristján Breki komin á blað og 60 staðan. Og það er mikilvægt fyrir KM að ná núna einhverjum góðum vörnum. Ná að minnka þetta aðeins niður. Það er nóg eftir þessu. Það eru frábærar aðstæður hér í Mosfellsbænum, liðin hita upp í öðrum sal og svo koma inn hérna á beint í úrslitaleik. Þau eru búin að hita upp frammi, þannig að við náum að hafa góðan rytma í allan dag. Og síðasti leikur, hann verður búinn svona það bil, já hvað við segja, 6:30, korter í 7. En hér koma KM Leo skorar aftur, það held ég. Þeir minka þetta niður í 3 mörk. Hér koma Íringar Baldur á miðjunni.
Berhardin í hægri skiptinni, missa boltan. Og þá koma KM-menn, vilja keyra á þetta, fá auðvöldu mörkin. Þetta frábær varnarleikur. Virkilega vel gert. Og þetta vel spilað, en ná ekki alveg að fanga boltan. Glæsilega spilað enn og aftur. Þórir Hrafn skorar. Það held ég. Minkar þetta niður í 2 mörk. Þetta orðinn leikur. Allt annað að sjá KM núna. Þeir eru ákveðnir í sínum aðgerðum og svona hafa meiri trú á sér. Þetta var kannski það sem vantaði þetta rétt áðan. Þeir voru lendið 6-1 undir, þannig 6-4, búin að skora 3 í röð. Og Baldur sækir hér á miðunni og ja, að taka eitthvað nólúksendinguna línu sýndist mér. Hætti við það. Og hér kemur hann í árásina með skemmtilega hringfintuna langt fyrir utan. Já, hann er heppinn að fá fríkasti hérna. Og þeir missa boltan. KM-menn geta minkan í 1 mark. Þeir verða bara að sækja á þetta, opna í horninu, nei, náði ekki alveg. Já, koma boltanum minn aftur út í skyttuna. Þeir róa þetta niður, Leo hérna á miðunni. Aron Daði á miðunni, í vinstri skyttunni, þeir skiptu stöður í reglulega. Já, þeir gefa sér tíma í árásina. Patrekur Smári spilar hérna fyrir framan í vörninni. Fín vörn hjá Íringu, sókn hjá KM-num aðeins erfið núna. Höndin fer líklega upp, bráðum hjá dómurunum. Ekki strax, en hér er dæmt fríkast. Leo nær ekki brjóta sér leið í gegn. Þeir eru búin að ansi lengi í þessari sókn hér. Og fá þetta skot síðan! Glæsilegt mark, minka neitt. Minka niður í 1, þeir geta jafnun. Aron Daði með magnað skot. Þetta er lína. Já, þeir eru búin að minka neitt, stand 6-5. Og hér er vítakast. Og hér sjáum við vítakastið og þetta er glæsilega klárað. Baldur kom með 2 mörk. Kemur langt frá mark Íringa, stannir 7-5. Koma KM-menn alltaf að skora sitt 7. mark í þessum leik. Þetta er glæsið skot en vel varið. Já, þetta geraði vel Íringar. Alexander með sitt 3. varða skot. Geta Íringar komist í 8-5. Sjáum hvað setur 11,5 mínútur eftir af þessum fyrrháleik hér. Hann leikir tvisvar 25 mínútur í fjórðaflokki karla og kvenna, svo er tvisvar 30 seinna í dag í 3. Og þetta er glæsilegt mark, Nathaniel Alim. Þetta er virkilega vel gert hjá Íringum. Staðan á orðin 8-5. Glæsileg hreyfing. Aron með 2 mörk. Og þetta er varið búið að flauta. Það er 8-6, 2 marka munur.
Þetta var ekki nægilega góð sending, þeir bjarga þessu samt. Virkilega vel gert að bjarga liðsfélaganum og hér er glæsilegt mark. Berhard Darko með sitt 5. mark. Hann er allsráðandi hér í sóknarleiknum hjá ÍR-ingum og kemst bara nánast alltaf í gegn. Frábær leikmaður. Inn á línu fyrir boltinn og það er búið að dæma línu. Þá komu ÍR-ingar aftur. Þeir eru búin að vera mjög öflugir sóknarlega í leiknum, en þetta er varið eins og er Úlfar Örn með sinn 3. varða bolta. Hann er búin að vera jafnmark á Alexander í markinu hinum megin. Og já, ef þeir fá nokkra bolta í viðbót frá honum þá er allt hægt. En þetta eru 2 frábærlið, ekki glema því. Getur allt gerst hérna. Þetta er allt stórkostleg lið sem eru komin í úrslitin hér í dag. Og mörg lið sem gerur tilkall, en svona er staðan að þessi lið eru komin alla leið. Og það þarf oft bara að líta til heppni hér og þar á leiðinni og það er gaman að sjá þessi frábærlið mætast í þessum fyrsta úrslitaleik dagsins. 9-6 eins og sjáið á skjánum er staðan. Aftur og biðst í afsökunar á þessari línu hérna, bláu og hvítu. Og vonandi verður þetta laga bara í hálfleik. Hér er búið að flauta, höndin er uppi. Og þetta er negla á markið en Alexander ver hér 4. skotið sitt. Og hér er ekkert dæmt og þeir missa síðan boltan. Og þetta er þægilega klárað. Þórir Hrafn að skora sitt annað mark. Árið 3 með 2 mörk hjá KM-unum, Leo Friðriksson, Aron Daði og Þórir Hrafn. Og svo er Kristján Breki með 1 mark sömuleiðis. Þannig að það komið 7 mörk á töflunni á þeim. En 9 hinum megin. Það er alltaf að færast meira og meiri stemning í húsið. Og inn á línu fyrir boltinn og þetta er glæsilega klárað. Nathaniel Alilim er að skora sitt annað mark og kemur þessu í 10-7. Það er komin ein 2 mínútna brottvísun í leikinn. Það er á Jökul í liði ÍR-inga. Þessi bolti í slána. Og aftur frábær hreyfing. Berhard er að skora sitt 7. mark. Hann liggur hér eftir. Vonandi verður í lagi meðan Bjarni Friðriksson kemur hér inn á. Og kemur til að hlúa að honum. Já, það er í lagi meðan hann fer tilbaka í vörðina sem betur fer. Það held ég 7 mínútur eftir af þessu fyrrháleik. Staðan er 11-7. ÍR-ingar er búin að vera með frumkvæði allan leikinn. KM byrjar þetta sterkt, náðu bara ekki að koma boltanum í netið. Og þetta er glæsileg hreyfing. Aron Daði, frábær leikmaður. Lék gott og mikið hlutverk bæði með yngra og eldra ári KA í bikarúrslitunum fyrr í vetur. Þriggja marka munur. Þetta skoti yfir, Baldur náði ekki alveg skotun almennilega á markið. Og þá geta minkarnir í 2 mörk. Það er mikilvægt fyrir að hafa ekki of langt frá sér. Svona að fara inn í hálfleikinn kannski með 1-2 mörk. Það myndi gera mikið fyrir þá og fyrir leikinn.
Leo á miðunni og Aron inn í skittunni vinstra megin. Já, hann stöðvaður. Menn stilla þessu upp hérna í róleitunum. Og Leo fer í gegn og skorar. Minnkar niður 2 mörk. Ég getur komið á siglingunni. Þeir keyra allan leikinn. Já, gaman að horfa á þessu lið spila. Það er ekkert verið að hægja eitthvað mikið á. Hér er Brottisson. Þannig að varði Úlfur ágætlega. Úlfar sig en vítakast dæmt. Nú hérna með Brottisson eins og Jökull hér áðan. Og þetta er framhjá. Já, Úlfar Örn nær að bjarga þessu. Hann er að gera sér það breiðan að boltinn sigldi framhjá hjá Baldri. Búinn að vera öruggur á línunni hingað til en stundum er þetta svona 2 marka munur. KM geta skorað sitt 10. mark. Eftir mjög erfiða byrjun. Það var 6-1 þegar þeir tóku leikhlé. Og eru sannarlega komnir tilbaka inn í þetta. Frábær vörn enn aftur. Berrand er að spila hér góða vörn á báðum endum vallarins. Góða vörn og spila góða sók segi ég. Það spila vel á báðum endum. Og Aron með skotið framhjá. Hér koma Íringar, fín klipping. Íringar hér í sók þegar 4 mínútur er eftir rúmar af þessum fyrri hálfleik. Og þetta er frábær hreyfing. Baldur Fritz er að skora sitt 3. mark og algjör lúxushreyfing. Svona á að gera þetta. Það er ekkert verið að flækja þetta. Algjörlega magnaður og heldur þessi 3 mörkum. Þeir halda þeim í seilingafjarlægð. KL það gott að þeir geta auðvitað komið tilbaka, fá smá markvarslu og hörkuvörn. Þeir taka hér Úlfar markmann út að vera 6 í sókninni. Það er brotið hér á Aroni. Og Leo kemur inn í Árnason, Berrand stiller boltanum og hann er hugsanlega að skora sitt 7. mark, hann gerir það. Hann er búinn að algjörlega magnaður í dag, pilturinn. 7 mörk í öllum regnboganslitum, þetta er algjörlega frábær frammistaða. 13-9 er staðan. Ekkert dæmt, ekkert brotið og heldur leikurinn bara áfram. Aron með boltan yfir til vinstri. Leo, hann stýrar hann, þetta er varið. Alexander að verða sitt 5. skot. Já, hann er búinn að standa sína vakt vel. 5 varinn, 9 fengið á sig, þetta er alveg í góðu lagi. En ánægð með viðleitna hjá Leo og ætla að snúa hann, það er að gera, láta vaða. Ekkert annað, en hér geta Íringar náð 5 marka fórustu eins og í upphafi leiks. Og það er óþægilegt fyrir KM búnir að vinna sig jafnt og þétt í leikinn. Hér er leikhlé sem að Bjarni þjálfari Íringar tekur. 2 mínútur eftir að fyrrháleikstaðin 13-9. Og já, markaskorarnir Berrand með 7 mörk, Baldur Fritz 3. Nathaniel er með 2 og Patrikur með 1. Og svo er Alexander með 5 varin í marki, Íringa hinum megin. Úlfar með 4 varin í markinu, Leo með 3 mörk skorið eins og Aron Daði. Svo er Þór Hrafn með 2 og Kristján Breki 1. Jökull Blöndal í liði IR kom með Brottisson sem og Eyþór Nói hinum megin. En við ætlum hér í hálfleik að reyna aðtökutið ná með þessari blá og hvítu línu ekki af. Þetta er svona svolítið eins og slá í handbolta.
En við ætlum að reyna að fjarlæga hana, við biðjumst afsökunar á þessu og vonandi verður þetta allt í toppstandi hér hjá okkur í síðara hálfleiknum, en minna á það að við verðum inn í allan dag, 5 leikir, þetta er fyrsti leikur, þannig að veislan verður hérna til það bil 18:45, þá ætti síðasta leik að vera lokið og þá geta allir farið aftur í kvöldsóluna og haft það hugulegt. En nú fer þetta að byrja aftur 2 mínútur. Árni og Þorvar ætla að flauta þessar síðustu 2 mínútur í fyrri hálfleik í gang. Og þá fer leikurinn í gang. 2 mínútur eftir. 13:9 hér eftir 23 mínútna leik og hér, já, missa Írika boltan og komast í færi eða hvað er, nei, hægja aðeins á, ná ekki alveg að nýta sér meðbyrinn og hér endar boltinn hvar, búið að flauta, það er Brottvísun á Baldur. Það held ég 2 mínútna Brottvísun fór hérna aðeins í Aron Daða. Það er 1:36 eftir, við erum aðeins undan hérna með tíman. Og KM geta skorað sitt 10. mark hér. Sjáum hvað setur. Leo í hreyfingu og boltinn út í horni, fari ekki í gegn. Höndin er komin upp. Og boltinn átt út í horni, verða að fara í gegn núna. Og þetta er varið! Alexander kom með 6 varinn, hann er að halda þessu algjörlega í toppmálum fyrir Írika, frábær varsla hjá drengnum. 1 mínúta eftir af fyrri hálfleik. Íringarnir verið virkilega öflugir hérna. KM svona eilítið óefni, verið með fín skot en Alexander í góðum gír fyrir aftan vörðina sína. Þeir spila 5-6, taka markmann ekki út af. Og hér er búið að flauta í vinna tíma, þeir eru skynsamir í því sem er að gera. Stefán, þjálfari KM-ana, lætur aðeins í sig heyra með þetta. Já, hann er farið að fá að vinna bolta bráðum. Og þetta er glæsilegt skot, Berrand Darko. Að skora sitt 8. mark. Og staðan er 14:9. Það er einhverjar 10 sekúndur eftir núna. KM hafa 8 sekúndur til að skora sitt 10. mark, boltinn út í horn. Og þeir verða að láta Vaða gera það. Skora þarna sitt 10. mark. Þórir hafði skorað sitt 3. mark fyrir KM. En staðan í hálfleik hér er 14:10. Við komum aftur eftir örfáar mínútur, ekki fara langt.
Hald ég, þá erum við farin að staða aftur hér í síðari hálfleiknum. Erum að koma klukkunni inn í gang. Og þá er þetta hafið hér. Og staðan er 14-10. Írengum í vil og KM vinna bolta strax hér í síðari hálfleiknum. Það er komin hörku stemning hér í KM í stúkunni. Sjáum hvernig KM takla þessa fyrstu sókn sína í síðari hálfleik. Geta minkað þetta niður í 3 mörk, Leo á miðunni. Og þetta er glæsilega gert, Aron Daði með sitt 4. mark. Staðan 14-11. Þriggja marka munur. Og hér er búið að flauta skref. Já, þeir dæma þetta. Ákveðnir dómararnir Árni og Þorvar. Og KM minkaðan í 2 eða nei, þetta er varið, þetta er vel varið með þess að. Og KM kom bara aftur og Aron broti á honum. Jökull brýtur á honum. Já, þetta Þorvar að vera að segja honum að halda ekki á honum að brjóta þegar búið að flauta. Jökull er komið brottvísun í leiknum. Þetta er nánast skripið, vel varið. Já, Alexander. Já, kemur Baldur og Íringarnir. Berard. Og hann skorar 9. markið sitt. Ja, hann er algjörlega að taka hana leik bara yfir. Hann komið 9 af 15 mörkum. Leo, þetta er rauningur, þetta er klár rauningur. Já, Berand er búinn að vera frábær á báðum endum. Hann er búinn að gegga þér í vörn. Og langmarkastur hér með 9 mörk. Algjörlega magnaður, en þeir tapa sér á boltanum, þannig að KM eiga möguleika á að minnka aftur niður í 3 mörk. Þórir Hrafninn í hægri skiptinu sem búinn að skora 3 mörk í þessum leik. Almar Andri í hægra horninu. Já, hér vinna Íringar boltan. Og þeir eru að byrja sama kraft og þeir byrjuðu fyrir hálfleikinn. 10. markið hans, Berands. Þetta er algjörlega mögnuð frammistaða. Og KM heppnir hann að halda boltanum. Aron Daði sleppt honum og aðeins verið að brjóta á honum, en já, fær fríkastið. Ég minna á að það er leikinn til þrautar í dag og það er leikinn 1 framlenging af það jafn. Og svo er vítakastkeppni, þetta á við alla leikina í dag. Og liðin hafa síðan 1 leikhlé í hvorum hálfleik. Það er ekki 1 og 2 eins og er í meistaraflokki, heldur 1 og 1. Þetta er frábær vörn í Írengum. Þeir taka bara vel á móti Arni Daða og eru að spila mjög þétta og góða vörn hér. Hvort sem er 6-0 eða spila 3-1, 5-1 eru búin að spila allt saman og geta spilað allt saman. Þetta er Alexander. Komið 9 varinn. Og þetta er varið hinum megin. Úlfar Örn komið 5 varinn. Og Leo skorar. Leo með sitt 4. mark. Íringar eru rosalega snöggir að taka miðuna, vel varið. Úlfar Ver og þá getur verið smá stemning með KM-unum hér. Leo reynir að komast í gegn, brotið á honum. Já, Bjarni Friðsson er komin á bólinn.
menn gefa sér tíma. Það ekkert óða gott á þeim. Eðlilega ekki, engin ástæða til. Leo með frábær hreyfingu varð búið að flauta skref. Þeir eru að taka þetta á réttu stað. Já, þá geta þeir náð 5 marka fórustu á nýjanlega gýringar. Búin að vera frábærir í dag. Búið að flauta hér á Óli blokkering hér á Íringa og þeir losa boltan síðan. KM eitthvað ósátti með þetta en getur hann bara að kasta boltanum rólega frá sér og svo enda þetta kannski ekki alveg réttu stað. Stundum verða þannig, ekkert ítvilja verkið þessu. En KM verða að fara að fá 13. markið. Minkandinn 1-2 mörk á næstu 10 mínútum. Þetta fljótt að breytast og sveiflast. Það getur nákvæmlega allt gerst í þessum leik þó að staðan sé 16-12. Það eru 18 mínútur eftir rúmlega. Sjáum hvað KM gera hér. Þeir eru góðir í því sem þeir gera hér í sókninni og eru góðir að sækja hér 1-1. En Íringarnir með frábæra vörn. Þeir voru í 6-0 hérna rétt áðan. Svo vaða brút hérna með 2 fyrir utan. Og þetta frábær varnarleikur. Baldur Fritz reynir að stela boltanum og svo brjóta þeir í kjölfarið. Höndin uppi. Og þetta skot snöggt en það framhjá. Þeir urðu að taka skoti, höndin var uppi. Hálfgert neyðarskot og hér koma Íringar frábær vörn. Já, þeir róa þetta bara niður. Það algjör óþarfi fyrir Íringar að vera eitthvað að drífa sig. Þeir eru með leikinn í góðum höndum. Og flott hreyfing, fínn varnarleikur, vítakast. Já, þarna vill Árni meina þessu inn í teik. Já, ég er ekki endilega sammála þessu. En svona þetta stundum. Sjáum hvað setur Baldur gegn Úlfari og Baldur skorar. 4 mörk hjá pilti og 17-12 staðan. Já, ég skil KM eilítið að vera ósátta með þetta vítakast. En svona þetta, áfram, Gakk og KM verða að halda áfram. Og þeir eru búin að gera það allan leikinn, þeir halda alltaf áfram, eru að taka sömu skotin, sömu hreyfingarnar og þetta hlýtur bara að detta því að þeir eru búin að gera þetta vel. Óheppnir með skotin. Vörnin í Íringur sömulegis frábær. Þetta tapar boltanum. Og Íringar koma hér á siglingunni og þetta glæsilega gert. Beran Darko með 11 mörk. 11 mörk. 18-12 staðan og Leo skorar tilbaka hinum megin, 5. markið hans. Já, Leo er að spila vel. Þeir eru bara aðeins á eftir. Þetta 5 marka munur. Og hér fínn og varnarleikur. Já, þetta var ágætlega gert hjá Kristjáni Breka. Vel gert hjá hann að missa þetta ekki í vítakast. Það var bara gott fríkast. Frábær línusending og óheppnir að klára þetta ekki. Óðinn Bragi með fína tilraun, boltinn í stöngina. Já, KM þurfa að nýta öll svona augnablik til þess að minnka muninn. Leysinn á línu. Kristján gerir það, þetta glæsilegt mark.
Aron Daði með sitt 5. mark og 14. mark KM-ana. Ef þeir fá 2-3 stopnuna er þetta orðin bara háalvarlegur leikur. Hér er lína dæmt, markmaður á. Það held ég. Nú er lag, eins og Skáldi sagði. Og í gegn fara þeir og þetta er varsla! Alexander með 10 varinn. Og þetta er varsla hinum megin! Úlfar Örn með rosalega vörslu. Og hann niklar vöðvana upp í stúku. Og Kristján, þetta er aftur hinum megin! Hvað gengur hér á? Alexander og Úlfar er ykkur í keppni eða? Rosalegar vörslu, 3 í röð á báða bóga. Virkilega gott. 4 marka munur er ennþá hér á liðunum. Og boltinn í stöngina og búið að flauta hér fríkast. Já, Baldur sækir þetta fríkast hér. Og hann með skoti fram, ég missi boltan hreinlega. Enn og aftur geta KM með minkatinn í 3 og þeir verða að nýta þessa möguleika. Algjör lykill. Leysir Kristján aftur inn á línuna. Og þetta skotið frammi og fær fríkastið Leo hér eftir á. Bjarni ekki sáttur með þetta á bekknum en já, ég held að þetta sé bara allt í góðu, þá rétt. Voru seinir að flauta en það þýðir ekki að það sé rangur dómur. Kemur Aron og hann neglir þessu í netið. 7. markið hans og 15. mark KA og þeir skora strax tilbaka. Baldur skorar sitt 5. mark, 19-15 staðan. Vallaþulurinn hefur vallað undan að segja hver skoraði og ég hef ekki undan við að skrifa niður hver skoraði. Þetta var laufléttur bortennisleikur hér í smástund. En íringarnir eru alltaf að halda þessu 3-5 mörkum og það er erfitt fyrir hvaða lið sem er að vera alltaf að elta slíka mun. Og þetta er glæsilega gert, þeir skjóta síðan framhjá. Ég er einhvern veginn róa þetta niður. Jökull hérna á miðunni. Er langt út á velli, KM-menn pressa á aðeins út og þetta er glæsilega gert. 12 mörk hjá Berrand. 12 af 20, 20-15 staðan. Virkilega góð frammistaða og frábær frammistaða í rauninni. Og skref dæmd á Leo. KM-menn aðeins að missa þetta aftur frá sér. Baldur spilaði nánast út á miðju. Hér er búið að flauta. Íringar þurfa að halda áfram að sækja á þetta. Það er ekki gott fyrir að þau fara eitthvað að hægja á þessu þannig. Auðvitað gefa sér tíma en halda áfram sínu konsepti sem þeir gera alltaf. Og þetta er flott klipping og frábær hreyfing, skoti yfir. Já, ekki dæmt á þetta. Hér er smá vesen. En áfram heldur leikurinn. KM-menn í leita þessu 16. marki. Í stöðunni 20-15.
frábær línusending. Óheppnir þeirra skorikinn, sendingin algjörlega stórbrotin. Já, þetta var mikil óheppni, Ingólfur Árni óheppinn að setja hann ekki í netið. Þetta var sturlu sending. En stundum þetta svona rétt 9,5 mínútur eftir að þessum fyrsta af úrslitaleik í dag 5. Fjórði kalla yngri og eldri, fjórði kvenna, þriðji kvenna og þriðji kalla. Allt í gangi hér í dag. Og þetta er hammer á markið en vel varið. Úlfar kom með 8 varinn. Alexander með 11 hinum inn. Hér kemur Berrand og hann skorar sitt 13. mark. 21-15, 13 mörk hjá Pilti. Og Bjarni að kalla og sína menn í stúkunni sitt fólk að biðja þau að halda hann að styðja. Þetta er Aron Daði. Hans 7. mark. Og íringandi gefa engan grið, þeir halda bara áfram, en missa bolta frá sér eins og þar. Já, KM hafa ennþá möguleika að gera spennu úr þessu hér í lokin. Já, þetta er glæsilega gert, stöngin inn, Aron Daði. 4 marka munur. En þessi frammistaða, Berrand er með 14. markið sitt og Brottesund. Ingólfur Árni með Brottesund. Þetta er algjörlega mögnuð frammistaða, 14 mörk. Leo Aron Daði sem búinn að taka henni yfir leikinn síðustu sóknir hjá KM-unum. Búinn að negla henni trekk í trekk. Og frábær skot hjá honum, 9. markið hjá Arni Daða. Það er spurning hvort að KM hleypur sanns upp hérna í lokið, með hann ekki takur umferð, það má ekki þessu flokki. En spurning þegar Brottesund er komin inn eftir 1:13, hvort þeir spila aðeins framar, setja pressu. Skiptandi engum máli hvort þeir tap með 10 eða 2, en það verða að reyna bara að vinna leikinn. Hér er bara að flauta, hér fríkast verið langt fyrir utan, fengur þetta er nánast frýtt skot. En búið að dæma hér. Og hefur verið að taka fríkast á réttu stað. Hald ég. Og hér koma með hammer á marki, Jökull Blöndal. Já, hvert mark núna telur nánast eins og 2 hjá íringum. Þurfu ekki mörgu viðbót til að gull tryggja þetta í rauninni. Hefur séð 2 í viðbót og þá verður ómögulegt fyrir KM að ná þeim. Þannig að ef að KM ná að keyra sig upp í eitthvað algjöru vitleysu hér, þá er miðinn ennþá gildur. Þannig að Bjarni fá fót, en hér leysa KM inn á línu. Og íringar hóta að stela boltanum og stela honum síðan, nei, missa hann út af. Og auglýsingaskiltin í hættu, gott að sé lægi með alla, Patrikur Smári með góða takta þarna. En nú er hann búinn að fá inn mannin sinn. Fá að spila í nokkrar sekúndur, búinn að vera í daggóðan tíma hér í sókninni. Íringar reynda að gera tilraun til að stela boltan, þessi bolti yfir. Og íringar og Berrand, 15. markið hans. 24-18, 6 marka munur og Berrand er með 15 skoru mörk. Algjörlega stórbrotin frammistaða. Þetta verður bara betra og betra með hverju sekúndunni. Já, magnað.
Og Leo með sleggju, 7. markið hans, 19. mark KM-manna. Rétt 5 mínútur eftir, 5 marka munur, þetta marka mínútu. Ég var að lofa því hér áðan að það var 1 markið upp á Eiríkum, þá væri ekki möguleiki fyrir KM að jafna þetta, en hvað veit maður? Það getur ýmislegt gerst í þessu. Ég held að það sé þægilegt fyrir valnefndina að horfa á þennan leik og sjá hver verður valinn maður leiksins. Sjaldan verið jafn augljóst, Beran Darko með sitt 16. mark hérna. Leo út í vinstra megin, Aron Daði inn á miðjunni og Leo fer bara í gegn og skýtur yfir. Það er 3:40 eftir, klukkan okkar aðeins eftir á hér. 6 marka munur. Jökull í vinstra megin, Baldur sem hefur stýrt þessu vel inn á miðjunni. Og svo Berand í hægri skeytinu búinn að vera stórkostlegur. Þetta er, já, ágætt að gert hjá þeim, boltinn í slána þessar. Undir Úlfar en í slána og niður. Þetta er vantarlega vítakast, já, þeir eru verjast inn í teig. Og hér ætlar að koma Arni Daða á vítalínuna, hann er komið 9 mörk. Og nær hann sínu 10. Nei, hann vippar í slána, óheppinn er hann. 2:40 eftir. Hald ég úrslitin í þessum leik að ráðast. Algjörlega frábær frammistaða beggja liða en ÍR-ingarnir búin að leiða þetta í rauninni frá fyrstu mínútu. Og gaman að sjá svona mögnulið á þessum aldri. KM-menn er þetta bara að halda áfram að sínu dampi. 2 mínútur eftir sléttar, verður 20 sekúndum eftir. Og hér stela ÍR-ingar boltanum, langur bolti fram. Og Berand með 17. markið sitt. Þetta er rosaleg frammistaða. 17 mörk. Ég man fyrir nokkrum árum, á þau eru nokkur pluss nokkur, þegar að Haukur Þrastarsson var í bikarúrslitum að skora 21 af 25 mörkum síðsliðs. Hann er að koma 17 af 26, þetta er bara algjörlega mögnuð frammistaða. Já, og með stóðsendingar líka, mögulegar, jæja, óheppnir. Óðinn Bragi náði ekki að handsama boltann. Það koma KM, það er mínúta slétt eftir. Og ÍR-ingar farnir að fagna í stúkunni, konur 7 mörkum yfir, þetta er búið. En KM-menn halda áfram, ótrúlega flottir. Boltinn dæmdur aðeins fyrir skref líklega á Leo. Já, þeir halda áfram. Já, það ætlar að setja upp eitthvað hér í lokin, 27 sekúndur eftir. Það ætlar að reyna sirkus, nei, það gengur ekki. 15 sekúndur. Já, Baldur stendur upp og er í lagi. ÍR-ingar fagna þessu vel. 12 sekúndur eftir.
Bjarni og Stefán þjálfar að þakka hvorum öðrum fyrir leikinn. Heiðusmenn og KM dribbla þetta bara út. Þetta er búið hér. Það eru ÍR-ingar sem að vinna þennan úrslitaleik og eru Íslandsmeistarar í 4. karla yngri. Og við óskum þeim að sjálfsögðu innilega til hamingju. Við fylgjum þessu áfram. Við sjáum þegar þeir fá Íslandsbikarinn afhentan og svo er það stjarna dagsins. Beran Darko með 17 mörk. Rosaleg frammistaða. Þannig að valnefndin mun ekki eiga neinum erfiðleikum með að velja hér besta mann þessa úrslitaleiks, mikilvægasta leikmanninn eins og venjan er þegar að leikið úrslita í yngreflokkunum sem og í meistaraflokki. En við fylgjum þessu eins og segi hér úr hlaði. Það eru 4 aðrir leikir hér framundan. Fjórðuflokkur kvenna er hér á eftir sem að Fram og Valur mæta. Svo er það 4 karla eldri og svo eru 3. flokkarnir svona seinni partinn hér í góðverðina. Svona 80 stiga hiti úti. Þannig að ef þið viljið rölta hér upp í Mosó og mælið með þið, kíkið ef þið getið. Hér er verið að gera allt klárt með ólískiltunu. Það eru leikmenn meistaraflokks afturhaldingar sem sjá allt saman hér á þessum úrslitadegi. Hrikalega vel gert. Og þeir eru að gera þetta virkilega vel. Nú er verið að taka til verðlaunapeninga. Og KM-menn þakka hér fyrir sig í stúkunni. Þetta er fallegt. Gaman að sjá þetta. Það voru ótrúlega flottir í dag. Hjá þeim var Aron Daði markahæstur með 9 mörk, Leo Friðriksson með 6, Þórir Hrafn með 3 og Kristján Breki 1 og Úlfar Örn var með 8 varin í markinu. Hinum megin varði Alexander Ásgeirsson 11 skot, Baldur Fritz skoraði 5, Nathaniel 2, Adam Logi 1 og Patrik Smári 1, en Beran Darko með 17 mörk. Þetta er rosalegt, fylgist þið með þessu? Já, þetta er alveg ótrúlega frammistaða. Og það er algjörlega þessu virði að fagna þessu vel og innilega. Ótrúlegt. Já, mögnu frammistaða. Mögnu frammistaða hjá ÍR-ingum og sérstaklega Beran Darko. 17 mörk. Óstöðvandi er þetta í vörn og sókn. En þá er það bara verðlaunaafhendingin og það eru KM-menn sem að stíga hér á stokk. Þorsteinn Skaftason, Úlfur Örn Guðbergason, Eyþór Nói Tryggvason, Leo Friðriksson, Stefán Gretar Katrinason, Kristján Breki Pétursson, Almar Andri Þorvaldsson, Aron Daði Stefánsson, Axel Vestmann, Þórir Hrafn Elletsson, Ingólfur Árni Benediktsson og þjálfarinn Stefán Árnason. Þetta lið KM-manna og við óskum til hamingju með annarsætið og frábæra frammistöðu í vetur og í þessum leik sömuleiðis, en þeir réðu bara ekki við aðeins betra lið í dag ÍR-inga sem voru bara frábærir. Já, KM með lið í úrslitum síðar dag sömuleiðis, þeir eru algjörlega búin að vera frábærir í yngreflokkunum. Karla og kvenna, þeir eru algjörlega magnað allt saman. Og hér eru þeir að fá silfurmedaljuna frá stjórn og starfsfólki í HSÍ. Og það er verið að klára þetta hér og við enn og aftur óskum minnilega til hamingju með þessa frammistöðu. Já, tek undir með vallarþulnum góðum. Gefum KM-mennum gott klapp og þið heima í stofu eða á rúndunum hvað sem þið eruð, gefum þeim gott klapp. Og þá stíga þeir að pallinum og þá kemur sigur liðið. Það held ég ÍR-ingar komnir á pallin, Íslandsmeistararnir Alexander Ásgrímsson
Árni Guðnason, Ísar Tumi Gíslason, Baldur Fritz Bjarnason, Berhand Darko, Daniel Birgisson, Óðinn Bragi Sævarsson, Nathaniel Ali Lem, Bjartur Dalbú, Jökull Blöndal, Adam Logi Ívarsson og Patrik Smári Arnarsson og þjálfararteimi Bjarni Friðsson og Davíð Edvalds, öllu öllur. Og dómarar hér í dag voru Árni Snær Magnússon og Þorvar Bjarmi Harðarsson og eftirlitsmaður var Ingvar Guðjónsson. Allt saman upp á 10 í þessu öllu saman, en ÍR-ingar eru Íslandsmeistarar í fjórða karla yngri, þessu fyrsta úrslitaleik af 5 hér í Mosfellsbænum þennan daginn. Þeir fagna þessu vel undir góðum tónum frá Queen og mega vera stoltir af sínum frábæra árangri. Og þá er það bara dollan á loft, Íslandsmeistarabikarinn. Til hamingju ÍR-ingar, við förum að láta þessu lokið, við látum myndina lifa. En ég þakka fyrir mig að sinni, næsta útsending hefst innan skamms, það er fjórðuleikur kvenna. En í bili þakkar Ingvar Ágústsson fyrir sig, til hamingju ÍR.